Það náttúrulega alveg ótrúlegt að það skuli vera til félagsskapur eins og Kraftur sem náttúrulega stofnaður fyrir rúmum 10 árum síðan og það skuli vera búið að byggja upp jafn öflugt stuðningsnet og þar sem í rauninni ég að kynnast bara fyrst núna á síðast ári. Ég kynntist því ekki í gegnum þessi veikindi vegna þess að það var ekki pláss í rauninni fyrir það í gegnum, það voru svo margir þessir vinahópar sem komið þarna að málum og við höfum ekki bara ráðrúm til þess að leita inn í stuðningsnetið. Við bara áttuðum okkur ekki á því. Og ég hefði svo gjarnan viljað sjá þessa hópa sem að þó komu og vildu allt fyrir okkur gera. Kannski koma með eitthvað þaðan til þess að stuðningurinn yrði svona, ég var að segja skipulegri. Það var svo stórt hjarta í hverju einustu athöfn sem að framkvæmd var af þessum hópum. Ég ætla ekki að, mér dytti ekki í hug að gera lítið úr því. Það er svo stórt hjarta. En kemur það að það hefði verið svo gott ef þetta hefði verið kannski hugsað eins og segja alla leið. Ekki bara út af einhverjum svona endapunkti sem verður við dauða vegna þess að meira að segja dagan og eftir. Það þekki allir sem hafa mistað eitthvað sér nákominn. Þá hefur maki eða þessi nánustu aðstandendur, ég og börnin, bara brjálað að gera í svona praktískum hlutum, bara ganga frá og undirbúa. Þegar því sleppir, þá myndast oft svona meira, ef að segja, tómarúm og þá var bara einhvern veginn enginn. Og það skiptir svo miklu máli með svona aðeins og til dæmis stuðningsneti hjá Krafti sem að kann þetta, að mæta fólki þarna. Ef það þarf á því að halda, vill það og kæri sig þá þetta net til staðar. Þá einhver tengill sem að leysir það mál með viðkomandi. Einhver sem þá orðinn málkunnur og jafnvel orðinn bara vinur. Og það bara dýrmætt.